Það höldum áfram hérna í samkomuhúsinu á Akureyri og við höldum áfram að tala gullna hliðið og hérna komnir til okkar 2 leikarar í sett. Nú búin að tala við leikstjórann og búin að tala við þá sem eru með tónlistina, svo komið að leikarunum. Okay. Kannski byrjum bara á þér, hvert þitt hlutverk í gullna hliðið? Ég leik kerlinguna, Hans Jóns. Þú klifrar og klifrar? Ég fer í mikið klifur. Já. Og fer með skjóðuna með sálinni hans í, af því að ég treysti því ekki að hún komist hjálparlaust inn gullna hliðið, sem kannski ekkert skrítið, með hvernig hann lét í lifanda lífi. Hann hélt fram hjá mér og hann barði mig og hann stal og hann gerði eiginlega allt sem að má ekki gera. Já. Ef við tökum þetta leikrit eins og þér að gera núna inn í nútíman, ekki inn í nútíman, heldur berum að saman við nútíman. Að eins og hún gerir, hún fer alla þessa leið með skjóðuna og með sálinn hans, svo að hann komist til himna eftir allt sem hún hefur þurft að ganga í gegnum með honum. Er þetta rétt? Sko þarna hittur á mjög viðkvæman punkt. Þið hafa ætlalega rætt þetta í ykkur milli. Já, en svo, sko... Er þetta ekki bara meðvirkni? Þetta er náttúrulega bullandi meðvirkni. Nei, sko, það má nefnilega alveg hugsa sér þetta líka sem svona einhvers konar innra ferðalag hennar, einhvers konar uppgjör við sjálfa sig og þetta sem að Jón kannski stendur fyrir og á að hafa gert, þetta er bara syndir mannkynsins, þetta er svolítið svona, þetta er svo miklu stærra heldur en bara þeirra hjónaband. Það, ef maður fer eitthvað að horfa á þetta í því samhengi þá verður þetta eitthvað svo smátt og lítið en ef maður stækkar þetta bara út og bara skoða svona þessar stóru syndir og hvernig maður dílar við það því að auðvitað er hún líka breysk og hefur gert ýmislegt. Getur þú fyrirgefið hið ófyrirgefanlega, það er svolítið svona leiðarstefið í þessu. En stundum þegar ég næ ekki að hugsa þetta alveg þangað, þá fer ég einmitt byrju, af hverju er ég að gera þetta? Hann á þetta ekki skilið. En svo þegar allt kemur til alls, þá er það ekki bara það einhvern veginn. Kannski á einhverju tímapunkti þá var einhvern veginn sagt, já, hann er nú bara karlmaður. En samt er þetta svo stórir brestir hjá henni sem að... En er þetta ekki líka svolítið einmitt eins og við höfum nú talað mátt fyrirgefningar hvað hún gerir fyrir þann sem fyrirgefur frekar heldur en fyrir þann sem að... Jú, nákvæmlega og svo ein leið sem mér fannst svolítið skemmtileg sem við vorum að tala núna í vikunni bara. Það er þessi íslenska aðferð. Þarna sko kastar hún skjóðunni hans og brýtur öll lögmál, fyrirgerir sínum rétti, hún kemst ekki þarna eftir þetta. Allavega eins og málin standa þannig að þeirra leikriti klárast, en íslenska leiðin er þetta reddast. Það reddast, þetta líta að komast að einhvern veginn. Ég veit að eru reglur en ég ætla ekki að fylgja það. Og það þarf enginn að bera ábyrgð á gjörðum sínum. Það var líka, ég er ekki að fara að segja. En samt finnst mér það kannski svolítið ódýrlausna að hugsa þetta þannig. Þetta er eitthvað sko einmitt, þetta er eitthvað rosa léttir hjá henni að gera þetta fyrir hann, þrátt fyrir hvernig hann var. Og hún fær einhvern frið eftir þetta. En þú, hver ert þú inn á síðan? Ég er ýmsir. Ég byrja á hreppstjóra, svo kemur ríkisbubbi, þjófur, drykkjumaður og svo óvinnurinn. Já, þannig að þú ert bara þessi típiski karlmaður í... Svolítið vondi kall. Já, ég er að hlæja að því að ég er búinn að leika eintóman viðbjóð síðan í útskrifa eftir leiklistaskólanum. Ég hlýt að vera komin endastöðu með djöflinum, sko. Það kemst ekki lengur. Jú, þú varst náttúrulega mjög vondur í síðasta verki hér. Já, ég var hræðilegur. Já. Hefur það einhver áhrif á því í alvörunni sem leikari að vera í þessu vondukallarhlutverki eða skiptir það kannski engu máli eða þú veist? Sko, ég held að það hafi ekki svona persónuleg áhrif á mig. Mér finnst þetta bara svo ógeðslega gaman. Það er svo gaman að fá að vera þessi típa sko í smá stund. Og þeir eru alltaf svona ýktari karakter og mér finnst það mjög gaman. Þú getur líka svo innilega að púlla það, að vera vondukallar. Var þetta hrós eða? Já, þetta var hrós. Af því það er ekki auðvelt, sko. Nei. En við spurðum hann eiginlega því áðan, sko, af því að hann er svo sem ekkert að fara í létt verk, það er búið að setja þetta svo oft upp áður og þannig að það er ákveðin samanburður. Bara pæli núna, hefur hún nafn og alltaf heyrt sko Jón og svo Kellingu? Nei, hún hefur ekkert nafn, en við gáum henni svona, ég gaf okkar nafn. Bara því að það er Jón og Helga, það er sérst vinir þeirra sem þau hitta á Grænuvöllunum og svo er maðurinn minn það er Jón, þannig að okkur fannst bara liggja ljóst fyrir að hún héti líka Helga. Nei, hún hefur ekkert nafn sko. Nei, en það er nú samt svolítið tákgrænt að hún heiti ekkert. En ég ætla nú ekki að fara þangað, ég ætla að fara í hlutverkið þitt sko, það er náttúrulega margir búin að leika það áður og hvernig leið þér að vera að fara í eitthvað sem
sem að margir hafa reynt við? Já, ég hugsaði nú ekki mikið út í það. Ég hugsaði bara, þetta svo stórt hlutverk. Einhvern veginn, þetta stærsta hlutverk held ég sem ég hef gert. En svo samt maður eiginlega hættur að hugsa stór hlutverk, lítil hlutverk. Við erum öll 4 inn á sviðinu allan tíman. Þannig að þetta allt jafn stórt. En þetta svona, þetta einn karakter allan tíman og svona stór bogi og mikið ferðalag svona í huganum. Þannig að ég var svona aðalega bara svona, ræði ég við þetta. En þú burðar svolítið með verki í skjóðu, eða ekki? Jú, þetta er burðarverki. En Benti, þú býr nú ekki hér og ert að koma hérna sem svona farandverkamaður eins og svo margir gera í hvaða formi sem það er. Hvernig er sú upplifun að ferðast hérna og taka þátt í þessu? Fyrir mig er hún náttúrulega kannski alveg ekstra dásamleg því ég er hérna. Ég er bara að koma heim. Ég bý bara í gamla herberginu mín hjá mömmu og pappa og svo eru 2 systur mínar hérna líka með sínar fjölskyldur og ég tók yngstu dóttur mína með. Hún fékk að vera í leikskólanum Krummakoti 2 mánuði og svo yndislega tekið á móti henni þar og þar hafði hún jafnöldru sína, frænku sína. Þetta er bara búið að vera dásemd. En förum aftur yfir í þitt hlutverk með öll þessi hlutverk. Ertu að hoppa inn og út af sviðinu í nýja búninga? Eða? Já, við erum alveg á fullu, sko. Ég og Aðalbjörg, við erum bæði í svona, nokkrum, sko, svona smá pakka og við erum alveg á hlaupum. Það er ekkert gefið eftir það, sko. En að geta sett sig inn í nýjan karakter svona oft í einu verki? Það bara kemur með endurtekningunni bara að gera þetta aftur og aftur og svona. Við erum náttúrulega búin að búta þetta allt niður og æfa þetta í litlum ræmum og þetta smettur allt saman einhvern veginn. Já, það er að þú skilur aldrei neitt annan karakter eftir þú sett komin í nýjan búning? Ég reyni ekki. Kemur í ljós. Já. En mér langar að spyrja ykkur, hvað er það að gera annað? Þú ert náttúrulega aðalega hér, en hvað er að gerast? Ertu komið með næsta verk í huga? Já, það er svolítið sko, bara leið og ég kem aftur suður á sunnudaginn þá þurfum við pörupiltar að fara svona leggja lokahönd á næsta verk sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu 11. febrúar. Það er kynfræðslu uppistand. Það eru sem sagt þið í Karlagöllum 3. Já. Ég, Sólveig og Alexía og við erum búin að bjóða 10. bekk í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu. Í kynfræðslu? Í kynfræðslu. Já, það hljóma mjög vel. Þetta er mjög spennandi, vægast sagt. Scary. Já, þetta er scary líka. Og þar eru þið líka einhver svona stereotypu útgáfa af karlmönnum. Já. Og bara, höfum svolítið gaman aðeins öllu saman. Við vorum með uppistand í Þjóðleikhúskjallaranum sem fjallaði samskipti kynjanna og komum með mitt hingað norður með það hérna í Hof og þetta var næsta skref, bara fræða unga fólkið kynlífið. Já, þá bara held ég að við séum komið með allt sem þurfum að vita frá... Viljið ekki vita hvað Hilmur er, hann er náttúrulega... Jú, það er nóg að gera eftir. Það er nóg að gera hérna. Næsta verkefni sem við gerum hérna er útvarpsleikhús sem er Davíð Stefánsson og Gullan hliðið, merkilegt nokk. Og svo förum við að búa til barnaleikrit upp úr Eyfirsk þjóðsögum. Það var svo spennandi. Og skrif fyrir okkur útvarpsleikhúsið? Það er semst verk eftir ungan listamann sem heitir Árni Kristjánsson og það fjallar Davíð Stefánsson, hann er að kynna semst Gullan hliðið fyrir 2 vinum sínum. Og við fáum svona glefsur úr ævi Davíðs á móti sem að svona stækkar þetta og gefur þessu meiri aðra vítt svolítið. Söngur hrafnanna heitir það. Verður það ekki páskana? Jú, eitthvað svoleiðis. Hljómar vel. Bara takk fyrir komuna. Það verður gaman og spennandi að sjá okkur í kvöld. Já, við viljum fá fleiri leikara hérna eftir smástund. Ég beið þín lengi, lengi, mín liljan frí. Stillti mína strengi gegn stormum og hríð. Ég beið þín undir björkunum í bláskóga hlíð. Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum hjá Leikfélagi Akureyrar í samkomuhúsinu og við erum að ræða gullna hliðið frá ýmsum hliðum og ýmislegt tengt því og fólkinu sem tekur þátt í sýningunni og nú er komið að því að tala búninga og sviðsmynd og ljósa hönnun. Verið velkomin til okkar. Takk. Heill og Helga. Kannski byrjum á Agli að hanna leikmyndina fyrir Gullan hliðið og hanna hliðið sjálft.
Var þetta krefjandi verkefni? Já, þetta er hans krefjandi, sko. En það var svona nokkuð ljóst mjög fljótlega í vinnuferlinu hvaða leið við vildum fara með þetta. Þannig eftir það var það bara skemmtilegt. Varstu með einhverja fyrirmynd eða eru þið með svona nokkuð? Ekki, það er að segja, við svona sækjum í gamla svona andan og hugmyndir en við erum ekki að kannski gera það akkurat svoleiðis. Nei. Ekki eins og var gert 40 og, hvernig það var hérna fyrst? 44, já. Og svo 70 og svo 2014. Já. En svona, já. Fylgir þessu nokkuð. En þú, Helga, hvað með búninga? Hvað með þá? Varstu að flétta í gömlum ljósmyndum? Já, aðeins. Og svo var ég samt ekkert að elta það. Þú veist, ég kynnti mér alveg hvernig það hefði verið, en svo gefur maður sér svona aðeins listrænt frelsi. Þið haldið í þennan tíðarenda, þetta gerist á þessum tíma, hvenær, 1930 og eitthvað? Það er svona leiðarljósið, skulle ég segja. Svo förum við svona, svo fer verkið með mann eitthvað og við fylgjum því bara. Og talið þið saman þegar það hefur verið í vinnuferlinu að búningar og leikmynd þurfi einhvern veginn að tóna saman? Já, það er mjög mikilvægt. Sjálfsögðu. Já, þeir sko aglarnir, leikstjórinn og leikmyndahönnuðurinn, þeir voru búinir að spjalla mikið þar sem þeir búa í Reykjavík báðir og auðveldara fyrir þá að tala saman svona oftar. Þá voru þeir búinir að gera mikla grunnvinnu áður en við hittnumst öll. Ég bara les handritið voru vel með hópnum í byrjaferli mitt með því að bara heyra og spjalla mikið við leikstjóra og leikmyndahönnu hver er kjarninn í hverju persónu. Og þannig blæs maður lífi í þau. En núna er föstudagur og það er frumsýning í kvöld. Er þá ykkar hlutverki lokið eða haldið áfram að bæta inn í eða er þið að vinna í sýningunni sjálfri? Við erum ekki að vinna á sýningunni sjálfri. Núna þegar þetta fer í loftið þá er ég kannski ennþá aðeins að dytta að. En þetta verður búið fyrir frumsýningu. En hvað er nú aðalatriðið bæði varðar leikmyndina og búningarna? Er það útlitið eða tengingi við söguna eða er það líka praktíkin? Hvernig það nýtist í sýningunni til skiptinga og svo framvegis? Já, þetta blandast náttúrulega saman. Það er svona aðferðafræðin í verkinu, í notkunin á leikmyndinni er dálítið stórt atriði. Því hún svona umbreytist og hlutir endurnýtast og verða að einhverju nýju. Ég fer svo oft á sýningar og ég hugsa svo oft hvað sniðugt fólk að fatta að gera þetta. Eitthvað snýst við og það er allt í einu orðið bara barborð er orðið að rúmi og maður veit ekki, þetta er eins og töfrum líkast oft. Já, þetta er ekki alveg svo að það sko. Þetta er meira það sem gerist í haustum og til þegar þú ert að horfa. Já. Þegar einhver ný persóna sem er samt ekki alveg ný er að nota sama hlutin og einhver önnur persóna var að nota og allt í einu verður það einhverju öðru í haustum og þér. Já, en þið kunnið svolítið að spila á hausinn á mér, sko. Já, það er svolítið það sem er að reyna, sko. Eins með búningana, þá vorum við að tala við hann Hilmir áðan sem er í mörgum hlutverkum og í mörgum mismunandi búningum. Og þú þarft þá að hugsa hvernig er auðvitað fyrir hann að skipta búninga. Já. Ertu þá að blanda saman buxum við eitthvað svoleiðis? Já, og það er ekki gert bara út af praktík, heldur vildum við líka tengja persónur saman, bara sko listrænt. Sagan er bara tekin þannig að það á að vera tenging á milli þessara persóna sem Aðalbjörg og Hilmir leika. Já. Sem eru bæði í því að skipta búninga og karakter. Já, þau eru í því að skipta og vonandi sjá áhorfendur smá tenging á milli allar þeirra. Það er allavega það sem ég hef verið að reyna. Já. En þetta er svolítið púl fyrir þau og jú, ég hef þurft að hugsa hina ýmsu praktísku hluti. Það er klifur líka hjá Kerlingu þó hún sé ekki að þó María sé ekki að fara yfir í aðra persónu þá er hún að klifra og það þarf að hugsa að það sé hægt líka. Og þú ert þá væntanlega að
smíða fjöll, það ekki? Allavega. Eða eitthvað sem... Jú. Þú flytur fjöll? Jú, leikmyndin breytist í fjallgarð. Já. En þetta þannig að leikmyndin breytist oft á tímabilinu eða eru þið að nota kjarnan úr leikmyndin allan tíman? Já, sko, leikmyndin sem slík breytist í rauninni ekki neitt. Nei. Hún bara færist eða lyftist og og svo er notað vídeo til að hjálpa til líka. Vídeo og ljós og svolítið reik og svona smá matsík. Skapar eftir stemninguna. Já, stemmingi sem verður til sem er aðalatriðið, sko. Og það var general í gær, voruð þið ánægð þegar þið horfðuð á heildina? Mjög. Já, mjög. Við erum bara... Já. Erum bara mjög spennt fyrir kvöldinu. Sátt ykkar verk og þetta var akkurat eins og þið hafið setið fyrir ykkur eða hvað? Já, ég reyndi eins og ég sagði aðeins, sko, er svona ennþá að svona dytta að, þannig alltaf, ég sé alltaf svona aðeins, mér langt að bæta aðeins þarna í. En það er líka æðislegt að hafa þann munað og tíma. Að maður er búinn með svona alltaf stóra og núna er maður bara í svona lúxusvandamálum. Já. Ljómandi. Herra, þá sé bara gangu vel í kvöldi, bara, já, þið náttúrulega verðið bara að horfa. Já. Bara út í ára. Líð ykkur vel í kvöld. Já. Sömuleiðis. Já, takk fyrir. Takk. Heldum áfram hérna eftir smástund og ræðum við Aðalbjörgu og Hannes áfram með Gull á hlið og náttúrulega líka eitthvað um Sigmund Davíð, væntanlega. Já.